Hver í raun saga fermingamyndarinnar hér á Íslandi? Já, það byrjað að taka í nokkrum tilfellum, það til nokkur tilfelli þess að fermingamyndir hafa verið teknar snemma, en að almenningur fær að eignast fermingamyndir af sínum börnum ekki fyrir en bara eftir miðja síðustu öld. Og það svona mín tilfinning að það sé svona í kringum það þegar að almenn kirtlanotkun kemur, og við vitum ekki hvort að myndin tekin í tilfelli í tilgangi fermingar eða annara, vegna þess að fatnaðurinn á drengjum og stúlkum var bara í fínu fötum, og nema í undantekningartilfellum. Og kirtlanotkunin byrjaði á Akranesi og hér á Akureyri þarna einhvern tímanum 1930 eitthvað svoleiðis, og það var sérstaklega í þeim tilgangi að fá samræmdara útlit þegar börnin voru í athöfninni, að það væru allir eins eða sem líkastir, og það væri ekki þessi óskaplegi munur á þeim sem voru ríkir og fátækir. Og hvernig voru þessar myndir? Hvernig var uppstillingin? Já, framan af þetta svona svipaðar uppstillingar allt saman, en svo fara menn í kringum 70 og 80 að pröfa ýmislegt, og í dag eiginlega allt leyfilegt. Þannig að þróunin búin að vera býsna mikil og skemmtileg, en það samt svona haldið í ákveðnar hefðir sem að menn reyna að hafa sérstaklega í þeim tilfellum þar sem að systkini fermast, að það sé ekki of mikið munur á fermingamyndunum. En ég til dæmis, þegar ég myndaði mína drengi fermingamyndirnar í svona sittkorum með 2000, að þá eru þær myndir ekkit sjáanlega fermingamyndir. Þannig að þetta orðið þannig að í fæstum tilfellum tekin mynd af barninu í kirtli eða sýndar þær myndir í dag. Og sálmabókin þarf ekki heldur endilega að vera með lengur? Nei, þetta svona bara barnið sýnt í svona fínu fötum, og stelpurnar þá með þessa fínu hárgreiðslu, og það verið að skrásetja fyrir eitthvað það. Þannig að það, en svo eru þessar myndatökur sem hafa verið inn í kirkjum, þar sem við verið að mynda líka hópana, fermingamyndahópana, barnahópana, að þær náttúrulega hafa eiginlega hætt lagst af, en voru gríðarlega mikil heimild hópinn, getum við sagt, þegar í Akureyri kirkju öllum var stillt upp og á hverjum fermingardegi og myndaður allur hópurinn. Því miður það nánast hætt. En hvernig var það með fyrstu fermingamyndirnar? Voru þetta ekki oft, bara fyrstu myndirnar sem teknar voru af börnunum af atvinnu ljósmyndara? Í sumum tilfellum, en margir foreldrar höfðu rænu á því að láta mynda börnin fyrir á ævinni, og það áttu kannski frekar við þá sem voru svona milli stétt og efri stéttin. Og það mjög sorglegt að sjá til dæmis allar það magna myndur sem til af látnum börnum, og þá ljósmyndari fenginn til eftir að barnið dáið til þess að sé til einhver mynd af barninu. En fermingamyndin var nú sjaldan fyrsta myndin, en það var í einhverjum tilfellum alveg örugglega, já. En þetta mikilvæg mynd, og hún fer nú oft upp á veggi hjá nákomnum ættingjum og þar ókomin ár. Já, blessaði fermingabarninu oft til mikillar hrellingar, og ég man eftir því að það var tekin mynd af mér hjá Norðurmynd, hjá honum Ása í Norðurmynd. Þegar ég fermist 1970, hvað allir það verið, 3-4, og sú mynd, þegar móðir mín fær myndina, þá var hárgreiðslan á mér alveg hroðaleg, og ég var sendur í klippingu og sendur aftur í myndatöku, og sú mynd var svo hræðileg og var alltaf upp á vegg, og þetta verið mesta kvöl að hafa þessa mynd af mér þarna uppi við, og mér til mikill ama, en mér fyndin í dag, en þetta, ég veit mörg sambærileg tilfelli þar sem að
myndin hefur orðið svona þannig að fólk hefur alls ekki viljað að hún væri opinberlega sýnd þó hún hafi verið það. Að því til fermingarmyndin merkilegt fyrirbrigði í svona íslenskri ljósmyndasögu. En hvað? Ertu með einhver góð ráð til þeirra fermingabarna sem að fara að láta mynda sig núna? Hvernig ætti maður að haga myndatökunni svo að myndin eldist sem best? Ég held að þessi fyrst og fremst þetta eins og ég var að nefna áðan að mynda barnið í nýju fötunum og stúlkurnar með hárgreiðsluna sem fylgir þessum degi og að þetta sé bara eins og fín mynd af viðkomandi sem viðkomandi líka sáttur við, að ef menn ósáttur við spanginnar og það sést að sú mynd sé valin það sem ekki sést í þar, þannig að fermingabarnið fái það svolítið að ráða því hvaða mynd það sem notuð og þar með verði upplifunin bara skemmtilegri og það sé ekki verið að níðast á neinum hvert þessari mynd.